gamall leikmaður Hauka, Þórir Ólafsson. Hann svo margir aðrir sunnlendingar þurfti að taka leiðin í gegnum Hauka til að komast til atvinnumennsku eða landsliði. En var frábær liðsfélagi, ég átti hann heiður að spila með honum bæði í Haukum og í landsliðinu. Þórir, hvernig finnst þér byrjun á mótinu hafa verið hjá Selfossi og nú ert þú nýr þjálfari líka taka svona við þínu fyrsta verkefni sem meistaraflokksþjálfari. Hvernig finnst þér þetta svona hafa gengið? Sæl verið, gaman að sjá okkur, gaman að vera hérna. Já, þetta búið að vera undirbúningur gekk mjög vel og undirbúningsleikinn búin að ganga prýðilega vel og stundum gengur þeir eiginlega of vel. Maður fékk í þessi svör sem maður veit kannski þegar að koma slæmuleikinnir og hvað sem þarf að laga og svona en fyrstu tvei leikinni hjá okkur hafa verið ágættir, ekkert meira það. Ég óánægður með sóknarleikin hjá okkur heilt yfir. Vörnin hefur verið betri og svona einfaldir feilar sem við erum að gera í þessum leikjum, hvort að það sé stress sem að ég svona vil segja að þetta sé heldur en eitthvað annað og það kannski einfalt að laga það. Annars ég bara ánægður, ég ánægður með hópinn, það náttúrulega búið að vera einhver forvöll og að njaska og svona en það bara sem fylgir þessu og þetta náttúrulega eins og segja fyrsta verkefni fyrir mig sem meistaraflokksþjálfari og maður vakinn og sofinn yfir þessu og vaknaði í morgun með einhverja hugmynd eins og gengur og búið að dreyma ýmislegt en þetta er mjög gaman. Hvernig staðan á liðinu? Þú talar að þið sé ykkur forvöldið okkur. Hvernig staðan á liðinu fyrir leikinni í kvöld? Hún bara svona þokkaleg. Það einhverjum búin að vera veikir í vikunni og Raggi og Árni Steinn meiddir báðir. Þannig að það svona kannski, já, stóri póstar sem vantar hjá okkur en við erum að fylla þetta upp með ungu strákur sem að koma upp og búin að standa sig mjög vel og eiga eftir að fá tækifæri í vetur. Við þurfum að láta þetta róla og keyra á mörgum mönnum því að þetta er orðið að saða leikur að við þurfum að nota alla. Já, þú talar um hraðaleik og mörg lið í deildinni sem að virðast alltaf að byggja því og þannig að hraða upp lötin tilbaka og svona virðast vera að skipta þjálfarana máli. Við erum marga þjálfara að tala um það. En hvað eru svona þínar þú skoðar veikleika og styrkleika Haukaliðsins, hvað þá ykkar áherslur fyrir leikinn í kvöld til þess að bera sigur upp í þau? Já, það kannski ekki, ef maður horfir á Haukaliðið eins og það þá ekki kannski einhverjir stórkostlegu veikleikar í liðinu, þetta er náttúrulega bara gott og velmanna lið en við erum alltaf svo sem að, eins og þú segir, að hlaupa þessi hraðahlaup, reyna að refsa mönnum tilbaka og hlaupa vel aftur og svo það þetta að finna þessi svæði einn á einn maður á mann eða þá með línumanni tveir saman og það svona finnst mér svona grunnurinn í þessu okkur og okkar handbolti við erum að reyna að hafa þetta svona kannski einfalt en það þess að árásir einn á einn á stórt svæði, reyna að einangra einhvern varnarmann eða vera með okkar línumenn sem að eru góðir og þungir og þessi stóru línumenn að fá þá á kannski veikari varnarmenn og vinna þannig 2 og 2 og það svona grunnurinn hjá okkur að reyna kannski að slíta vörnum í sundur og búa til þessi plássbæði hjá bara raunni bakvörum og inn á miðjunni. Þannig að það kannski svona, já, áhersluna hjá okkur og við náttúrulega reynum að hlaupa með eins og öll liðin að gera og misvel og mismiklar áherslur á það en við leggjum áherslu á það þegar við getum en svo það bara stundum ekki alltaf hægt þannig að það bara spara orku og koma sér upp rólega. Já, vonandi þetta gangi getið hefur verið kvöldurinn. En eins og við vitum þá lék Þórir með okkur og var góður liðsfélagi og stóð sér vel en það eru svona, þú veist, það eru oft skín og skúrir í þessum bolta og það sem maður vildi heyra kannski og fólki, örgulega gaman fyrir fólki að heyra, hvað eftirminnilegasta atvikið frá því þú varst í Haukum? Já, það eru mörg. Það eru
vissulega stórt skref að fara í meistaratitilina og það að vinna titla en þegar ég hugsa tilbaka og þá það Barcelona Haukar leikurinn kannski úti sem maður rifjar oftast upp og ég held að það eru margir sem tengja við það og þegar maður hitti gamla félaga þá þetta oft rifjað upp. Þannig að það er það og 200 og eitthvað hoppinn af Viggo á æfingum, 240 hopp 4 ára eftir æfingar, það var, maður gleymir því ekki, en ekki segja þetta. Þórir, gangi þið vel en ekki of vel, við skulum gefa honum gott klapp. Fjórar hressar og góða stelpur Góða kvöldi og leik lokið með Íslandssyni Hauka eftir æsispennandi leik og kaflaskipta leik. Rúnar, þú ekki að leyfa útiliðinu að byrja? Þórir, hvað þín fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Já, bara hann undsæktur náttúrulega, við fengum fátum tækifæri í lokin til að ná stigi en bara þetta sportið. Ósáttum með varnarleikinn í fyrri hálfleik. Það var okkur allt og mörg og náðum að setja í lása aðeins í seinni og við erum greiðlega ánægð með það en færa nýting kannski og smá klókindi sem hefði mátt fara betur í dag. Talar varnarleikinn. Hvað það í varnarleiknum sem fer úrskeiðis hjá þér? Mér fannst ég bara að vera aðeins og passífur til að byrja með. Við vorum ekki að stíga út og ná í menn og svo voru Haukarnir vissulega að spila líka bara að vanta góða sókn og náðu góðum skotum og var að skora á skotunum. Þannig að þetta fylgdi sér þetta að og náðum aðeins að þétta varnarleikinn í seinni og þá kom markmaðurinn með þannig að þetta bara persóna. Þú talar markmanninn. Það var ekki margir síðan að markmann spilaði í deildinni. Hver þessi maður? Já, Alexander Hrafnkelsson Selfyssingur og einn af tveimur ungu markmennum hjá okkur og þeir hafa verið að spila mikið núna með auðliðinu og í þessum æfingaleikjum hjá okkur í undirbúning og hafa verið að raunni bara spila mjög vel og gert mér mjög erfitt fyrir að velja í marki í rauninni og já, eins og segi, hann fekk tækifæri núna eftir að Vilís Rasmus var ekki að verja vel eins og gerði í síðasta leik, þannig að við erum óhættir að svisa þeim bara. Fyrir leikinn þá talaður að sóknarlega það ætlaður að einangra svolítið varnarmenn Haukarna að skapa stór svæði, einnig einhverja stöðu 2 og 2 með línumanni. Hvað fannst þér það að virka vel og hvað kom best þar út? Já, það virkaði svona í bland. Við vorum aðeins að fundum aðeins línuna til að byrja með en svo datt það kannski aðeins niður en þá komu kannski stígumenn upp og já, við var 1-1 skipti náðu að búa til stór svæði og vinna 1-1 en kannski ekki alveg nógu vel og örlítið hikandi hjá okkur svona leikunum. Rúnar, þín fyrstu viðbrögð? Já, ég er náttúrulega mjög feginn með þessi 2 stig. Mér fannst ég spila sóknuna vel í fyrri hálfleik. Selfyssingarnir leystu 16 vörnunum mjög vel og þótt að Atli hafi ekki verið á línu, það var línumanni þeirra aðalmaður fyrsta korterið. Við náðum brjótast upp með 5-1 vörnin aðeins og í seinni hálfleik þá ætlum við að reyna að starta, að láta það starta 6-0 og reyna að ræsa hana sem gekk svona en síðan erum við mikið manni færri síðustu 20 mínútur af leiknum og þetta var svona spurning vilja og berjast og halda sér inn í leiknum. Það var ekki fallegt, það var meira svona spurning að gera allt sem við gátum til þess að hafa fyrir því og það var kannski, við getum þakka Stefáni Huldar fyrir að vera með bæði stigin í kvöld eins og hann verði á loka mínútum. En þetta var æsispennandi held ég og eins og segið, munurinn kannski loka, markmaðurinn hjá Selfossi var líka mjög góður en Stefán var í réttu skoti. Ef það eitthvað, þú segir eftir leikinn, hvað þarftu að laga fyrir næsta leik? Er það ekki Stjarnan næst? Jú. Hvað þurfum við að laga og með eitthvað þarf að laga í okkar leik og svo hvað varstu svona mest ánægður með í dag á okkar spili?
Ég var ánægður, það sem það að laga, við þurfum bara að koma 16 vörðinni í gang. Svo þurfum við bara að lengja góðkaflanum. Ég veist svona þegar við fer að hyggsta þá er svolítið mikið panik í liðinu hjá okkur. Við þurfum að kannski væntanlega vera með skýrari verkaskiptingu. Greinilega þegar við vinnum færri líka. Það verður svona mikið á næstunni. En annars ég bara sáttur með sóknarleik. Mér finnst þeir strákarnir taka svolítið til sín að vera minna með boltann í höndunum, láta hann ganga meira og vera með réttar ársir, spila saman. Hefði getað nýtt heimir betur en þetta er bara menn að finna sem menn að koma saman og hver nýr leikmaður þarf að finna sig í liðinu. Menn mátt að þekkja sig eins og þú veist, sumir þarna. En nýjir leikmenn, maður sér það að þegar áreynir þá eru stundum svolítið út á túnni. Nákvæmlega, það eru margir sem kannski koma seint inn í undirbúninginn og liðið þessum á tíma til þess að finna taktin og finna hvern annan í þessum erfiðu augnablikkum. Kannski eitt í viðbót að mér finnst Atli Bári líka, hann var alveg fullt sem gilt í kvöld. Hann leysti Heimi alveg frábærlega af að línni, var í vörninni og svona það var svakalega drifkraftur í honum og ánægður með innkoman hans. Ég var líka ánægður með Adam vegna þess að hann hefði kannski bara mátt skjóta meira af sér sókninni. Ég var búinn að segja við hann að hann var eini... Fjóru skotleifi. Hann er búinn að rífa sig. Auðvitað hann á skotleifi en hann var eini þristurinn í vörninni sem var heill í dag. Það hefði þurft að spila þar allan tíman, þess vegna var ekki verið og svo gekk sóknarleikurinn ánægðans vel en hann kom sín í restina og átti hann gott mark og góð mörk og þetta skiptir bara allt máli. Það voru fleiri mínútur næst og aðrir með minni en það sem skiptir máli fyrir okkur er bara að vinna leikina. Einhverjar spurningar úr sal fyrir þess að tvo herrana hérna? Já, það er einn með yfirsnúning á spilinu, sóknarlega. Mér finnst það of hratt oft á svona markmiðs. Mér fannst ekki gerast svo lengi. Á hverju fáum við svona hendina á okkur? Af hverju? Sko, það er menn að... Það var áræðinni í... Já, þetta er ómikið til hliðar. Ég er alveg sammálaður í því. Þetta er ómikið til hliðar og ekki í dýftina inn í vörnina að þú lítið að því, sérstaklega í seinni hálfleik. Mér finnst þetta verið fyrri hálfleik verið að því. En það var svona, já, kannski, þú veist, má ekki taka það Selfoss að þeir þéttur aðeins heldur betur og þeir voru búin að tvöfalda á okkar snöggu menn strax og þeir voru bara ekki nógu góðir að losa boltan fannst mér. Þú veist, þeir eru búin að vinna annan varnarmanni og vinna hann ekki losa boltan vel og maður gefa Selfossingum það að þeir gera þetta rétt svo lengi sem við getum ekki leyst það. Hvað skoðuðu mörg úr hornunum? Ég bara spyrja hornamenn að því. Var það ekki allt og lítið komur hornunum? Jú, en menn sækja sér sín færi líka, sko. Ég er alltaf í þessum leik. Þannig að, þú veist, menn verða, það líka kemur í kjölfara því að þeir eru að vinna annan varnarmanninn, að losa boltan og boltin fái þá að ganga allir niður í hornin. Þetta er ekki svo í gamla daga þegar við gátum þetta, sko. Hverju fleiri? Viljið þið tjá okkur dómgæsluna í leiknum? Nei. Það er heldur út af okkar bestu dómarar. Einhverju? Spiluðu þið saman í gamla dag? Nei, ekki með Þóri. Þóri var... Ég var sagði verið leiki að við spilum saman í næstinni. Þetta er bara þjálfaði í næstinni. Þú komst þegar hann fór út og einu öll á kostum. Þórir Ólafsson er ungur maður. Þetta er sitt við. Það var ekki hérna að við vorum jafn gamlir hérna áðan. Það er ekki bara að vera þessi í ræktinni skilja. Einhverja aðra spurningar? Ekkert, þá vil ég bara þakka báðum liðum fyrir frábæran leik og þetta var spennandi leikur, sprækir Selfyssingar en við vorum sterkari í endan og vonandi gefur þessi sigur okkur auki sjálfstraust fyrir komandi leiki. Takk fyrir ykkur.